Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Næsta gest sótti ég hérna norður með firðinum og alveg norður fyrir, alveg til Ólafsfjörð. Maður sem að þar nokkuð þekktur, ekkert nokkuð, mjög þekktur. Íþróttakennari, búinn að standa í félagsmálum í mörg ár, pólitík og öðru slíku, Björn Þór Ólafsson. Björn Þór, vertu velkomin. Takk fyrir. Af hverju ertu svona brúnn og sætur eins og segir í kvæðinu? Ég nú yfirleitt svona sætur en ég brúnn því að ég nýkomin frá Spánarströndum. Já. Fórum með eldri borgurum Akureyrar. Búin að gera það núna 3 sinnum og mjög fínn félagsskapur. Líkaði vel? Já. Heldur langt þegar ég sá góða að vera heima. Nú, hvað áttu við með heldur langt? 3 vikur heldur langa fyrir mig. Og af hverju? Það er svo mikið að gera heima, maður býður sem allt upp manni. Já, og hvað það? Ertu ekki komin á sko aldur? Jú, en ég hef núna verið að tekið að mér að innrétta heilt og mikið hús sem á að vera fuglasafn í Ólafsfirði og að vinna þar í sjálfboðavinnu hver dag sem gefur. Já, þannig að þú tekur að því svona smá verkefni eins og innrétta hús. Já, ég gerir það. Já. Hefur það alltaf búið í Ólafsfirði? Já. Bara þessi 3 ár sem ég var í námi þá annars hef ég verið þarna. Ertu fæddur þar? Fæddur. Getinn? 41. Já. Og alltaf í Ólafsfirði? Alltaf í Ólafsfirði. Og hvers vegna? Ég meina, ég ekki að gera lítið úr því. Nei, ég veit ekki. Ég fékk kennarastöðu í Reykjavík. Ég hef útskrifast úr íþróttaskólanum og fór í framhaldi því í handavöndudeild kennaraskólans. Þegar það var búið, ég gat eiginlega ekki hugsað mér að búa í Reykjavík. Ég var svo mikið náttúrubarn, ég þurfti að vera vasast í svo mörgu og ég held að það hafi bara verið gæfa fyrir mig. Það sögðu margir við mig, það verður engin að fara heim til sín, þú verður ekkert klappaður upp þar. Nei. En reyndin hefur orðið önnur og ég sé ekki eftir því að hafa flutt aftur heim. Nei, Ólafsfjörður hefur farið vel með því. Mjög vel með því. Já. En þú hefur þurft einhvern tímann að fara í burtu í nám? Já. Hvert fórstu? Ég fór þarna í Laugarvatn. Og 60 og útskrifaðist það 61 og þá fyrir ég í kennaraskólan, í handavöndudeild kennaraskólans og þar í 2 ár. Já. Þannig að ég búinn að vera smíðakennari og íþróttakennari og ég var þarna í Ólafsfirði kennari í 45 ár. Já, og þú ert líka smíðakennari? Já. Já, ertu þá, það á náttúrulega ekki nema eðlilegt að setja innrétta fuglasafn. Já, ég smíða mikið. Já. Sko, ætlaður alltaf að koma heim? Ég veit það ekki, en ég held það bara. Ég hafi eiginlega þurft að koma heim. Já. Ég vil vera á stað þar sem maður lifi lífinu með því að taka þátt í því starfi sem þar er. Stundum sagt, stór fiskur í lítilli tjörn í staðinn fyrir lítilli stórri. Já. Þannig að ég held að þetta hafi verið gæfuspor. Já. Maður bara svona velta fyrir sig einmitt þessu sko á þessum tíma þegar þú ert strákur. Hvernig var lífið á þessum tíma fyrir stráka? Alveg dásamlegt náttúrulega eins og margir segja sem hafa aðeins upp á svona smábæjum. Ég gerði snemma snjómaður. Já. 10 ára gamall réði mig sem hásetta á Trillu og ég var hásetta á Trillu í 10, 11 og 12 og 13 ára og 14 ára gamall þegar ég var rétt komin úr kirkjunni frá því að fermast þá gerðist ég hásetti á síldarbát. Hvað það? Og var þar sumarið á móti öðrum strák, við vorum að einu hlut. Já. Og síðan næsta ár fór ég aftur á síld, þá fullgildur hásetti. Já. Menn þetta er mjög merkilegt í dag, ég var svo lítill og pervísinn, en þetta gekk. Það sekt í strákum? Já, og þegar ég lauk þessi sjómennsku, þá fór ég og varð fjósamaður á Hóli í Svarfaðardal í 2 sumur og það var alveg dásamlegur tími. Já. Þú hefur verið á sjó svona á Trillu. Já. Hvað sögðu foreldrar? Þegar ég kom heim í fyrsta skipti og sagði við mömmu að ég væri búinn að ráða mig hjá honum Jóni Þorsteinssyni. Hann var svona stór og mikill og svolítið svaklegur
og hérna, þá sagði hún fer ekkert að sjómenn á nonna. En ég þráaðist við og ég fór með þessu nonna og hérna á litla trillu sem við fórum ekkert mjög langt út á fjörð. Já. En það endaði með því að þetta var bara minn besti kunningi lengi eftir þetta. Já. Svo réðist ég til frænda míns á stóra trillu og svo þar á eftir var ég á annarri stóri trillu með, þá var meðal annars með mér Aðalgeir Finnsson, sá sem var hérna Aðalgeir og Viðar. Aðalgeir og Viðar, já. Hann var með mér og þetta voru flott ár og herti mann mikið. En var þetta svona algilt að strákar færu að sjóða svona ungir? Nei, ekki svona, en ég heillaðist alveg að sjómennsku. Og af hverju varst ekki sjómaður og skipstjóri? Ja, ég veit það nú ekki kannski, en hugur minn snerist alltaf sjó og meira að segja eftir ég gerðist kennari þá byggðum við pabbi ásamt félaga hans trillu hérna á Akureyri. Já. Og ég í 20 sumur með pappa mínum á sumurinn á trillu. Já, þannig að þú ert svona mikið tengdur sjónum. Já, mjög mikið, en það var pabbi náttúrulega sjómaður og allir í kringum mig voru sjómenn. Já, var nokkuð mikið annað í Ólafsfirði á þessum tíma? Nei. Ábyggilega ekki. Nei. Strákar og stelpur á mínum aldri, þannig 10, 12, 13 ára, við vorum að stokka upp fyrir kallana sem voru að róa og með línu og það. Annars var nú ekki mikið annars. En eitthvað hafið þið þurft að leika ykkur líka? Það er rosalega mikið. Já. Rosalega mikið. Og hvað gerðu? Alltaf á bryggjunum, alltaf á bryggjunum. Alltaf í kringum sjóin, náttúrulega? Alltaf. Hangandi utan í bryggju, deppandi í sjóin, syndandi til lands, láta krækja sig upp með krókstjökum og öðrum þvílíku. Þetta var bara lífið þarna. Í dag þegar ég með barnabörnum mín út á bryggju og ég læt þau í björgunarvesti. Það hefur margt breyst. Það hefur margt breyst, já. Björn Thor, bara það að búa í Ólafsfirði, ég segi þið á Ólafsfirði. Ég segi á Ólafsfirði, já. Á Ólafsfirði, á þessum tíma, sko, þeir hlupuðu ekki til næsta bæjar. Ég held ég hafi verið 13 ára þegar ég fer, nei, ég er 12 ára þegar ég fer fyrstingar til Akureyri og þá bara láta það komið hálskirtlana. Já. Annars hafði ég ekkert komið úr bænum, svo 13 ára gamall þá fer ég á skíðamót á Dalvík. Sigurður Guðmunds sem var kennari heima, hann fer með okkur einn bekk eða 2 á Dalvík og við erum þar að skíða. Annars hafði ég ekki komið burt úr bænum. Og það verið ekki tvær í burt úr bænum? Nei. Og hvernig, þá hlýtur bara að hafa verið farið með bát? Já, alltaf með bát og trillum, sko. Drang. Drangur var náttúrulega póstbátur þannig. Og hvað, sko, hvernig hugsaði fólk á þessum tíma? Var þá ekki talað um það var ekki talað um það að skreppa til Benidorm? Nei, það held ég valla. Það var valla til, sko, þegar við giftum okkur, ég og Margrét kona mín, þá voru 2 bílar í ættinni. 2 bílar í ættinni, 2 bílar. Og ég fekk annan bílinn lánaður, hann var Moskvis, til þess að fara inn í Frassastaði og ná í tilvonandi konu mína, sem að það hefði bílar út og ég náði hérna þangað á þessum aðrum með þessum 2 bílum sem voru í ættinni. Já, þú þurfti að fara þá Lágheiðina og inn í Fljót. Já. Hvernig var vegurinn þar? Hvernig var vegurinn þar? Þetta var hörmulegt alveg hint. Erfitt að fara þetta. Þannig að þið komust aldrei neitt burtu nema þá með skipi? Nei, aldrei nokkuð tíma. Já. Þú náttúrulega manstu örugglega og getur sagt sögur að því hvernig þetta var þegar farið var að ákveða með göngin og þess aftur. Já. Eða bara veginn til Múla. Bara veginn, sko. Býtu þeirra 66 eða 67 sem Múlavörðin kemur. Já. Og það var náttúrulega rosaleg bót að fá þennan veg. Hryllilegu vegur. Hryllilegu vegur að aðkomumönnum fannst. Ég fann aldrei fyrir þessum vegi. Öðruvísi sem bara tilhlökkun að geta farið og komist eitthvað í burtu og skemmt mér eitthvað. En þetta var rosaleg samgöngubót. Og við margir til dæmis, við gengum þarna 66 held ég að það hefði verið, þá átti eftir að leggja 300-400 metra. Og þá gengum við fyrir Múlan til að komast til Akureyrar. Við svo bara sækja okkur út á hinum megin út á móti og það var ekkert hlaupað því að ganga þarna. Nei.
Svo koma göngin. Svo koma göngin, það náttúrulega var algjör bylting. Já. Þau þykir nú ekki merkileg í dag Nei, sem þau þykir ekki merkileg í dag, en þau eru samt bara björguðu þessu byggðarlagi. Já, það ekki? Já. En við höldum áfram með göng. Nei, fyrst, Margrét kona þín. Hver er Margrét kona þín? Margrét kona mín er hérna ætti úr Reykjavík. Hún er dönsk og þýsk. Pappina var danskur, kemur hingað 1920 og mammenar er þýsk og hún er frá Reykjavík og það er náttúrulega, við segjum það oft kallarnir, þetta er svona, ef við hittum góða konu þá er það svo gæfa sem að fylgir þeim og ég var mjög heppinn, ég hef nú verið talið vinstri sinnaður maður og ég fór hún í, alltaf hefur í Reykjavík, þá fór ég niður í Austurstræti til þess að ná í Moggan á helgar og þetta var á laugardegi og ég finn í Austurstræti, þá keyri fram hjá bíll sem er jeppabíll og í honum er kunningjakona Margrétar og kunningi minn sem að þau voru þá orðið par og hann býður mig þarna í bíltúr, þetta var í apríl. Ég hef farið nú bænum náttúrulega þarna seinast í maí, skólinn er búinn, komin austur á Hornafjörð. Við vorum gift 12. október. Og það var ekkert verið að hanga við? Nei, ekkert verið að hanga við þetta. Og þá höfðum við ekki verið saman nema í líklega rétt 3 mánuði. Smollið saman? Smollið saman. Já. En fannst þér merkilegt eða eitthvað sérstakt við það að ná þér í konu sem að var svona Ellendubergi? Nei, mér þótti það ekki, mér þótti mjög merkilegt skildi vilja strax fylgja með norður í Ólafsfjörð. Já, það kannski stefnan hjá henni var kannski önnur. Ég veit það ekki, en henni líkaði strax í firðinum. Já, er það? Hún er eins og við viljum ekki fara. Margir tala það að fara, þegar börnin eru farin og annað þvílíkt og flytja til Akureyrar og annað, það var aldrei komið til greina hjá okkur. Hvað eigið mörg börn? Við erum 3 börn. Já. Ólafur sem er menntaskólakennari hérna, giftuð stúlku hérna frá Akureyri. Þau eiga 3 börn. Síðan er Kristinn, hann er þjálfari við skíðamenntaskóla í Yale í Noregi. Báðir náttúrulega afreksmenn í íþróttum. Já, báðir afreksmenn í íþróttum. Og síðan er hann á giftu konu frá Norðfirði. Síðan er Íris sem er yngst. Hún er sjúkraþjálfari í Yale í Noregi. Já, að það sem er skíðin eru. Já, og hún er líka hún er gift Normanni, hún á 2 börn. Já. Þannig að við erum 7 barnabörn. Já. Koma þau oft til Ólafsfjarðar? Nei, þau koma nú ekki oft til Ólafsfjarðar en þau koma. Já. Og við höfum gert það núna, gerðum það 2 svar, vorum 6 mánuði í hvert skipti og leiðum okkur bara litla íbúð í Noregi. Já. Og til þess að vera sem næst þessum barnabörnum. Já, sem að þar eru. Já. Afreksmennirnir, strákarnir þínir voru á skíðum. Já. Býtum við, var hann Ólafur, hann var í stökki. Ólafur í stökki. Já. Var hann í göngu líka eða hvað? Þið voru nú alveg, eru landsfrægir þolhundar þarna í Ólafsfirði. Já. Kálsrættin, segir Haukur Sigurðsson alltaf. Kálsrættin. Haukurinn verður það. Já, það var nú eiginlega svona að þegar ég gekk þarna heim, svo 63, þá er ekkert voðalega mikið skíðaíkun. Já, það er það. En við vorum þarna nokkru margir sem tókum okkur saman og rifum þetta upp. Og bara á nokkrum árum þá eignuðust við næstu alla Íslandsmeistara sem hægt var að ná í á gönguskíðum. Náttúrulega voru þið yndislegir. Já, bæði frá börnum og upp í fullorði. Já. Og ég held meira þess að 1 árið hafi við átt hvert einasta Íslandsmeistaratitil í öllum flokkum í göngu. Já. Og svo náttúrulega stökki, það kom þarna inn í líka. Já. Og svo reistum við náttúrulega skíðaliftu. Já. Og þá fór alpagreinina fulla ferð og það var bara stökkbreyting alveg hreint. Já, stökkbreyting, já. Já, og við eignuðumst hann hvern Íslandsmeistarinn fætur öðru í alpagreinum og Kristi náttúrulega þeirra frægastur. Já, aldeilis. Þú átt ekki fullt af Íslandsmeistaratitlum og velraunum? Jú. Ég 21 Íslandsmeistaratitil, Kristi nú kannski heldur meira. Og Ólafur kannski langliðin í þetta, þannig að það er margar Íslandsmeistaratittlar á Hlíðavegi 61. En Íris, var hún í... Já, hún var líka á skíðum. Mjög góð svigskona. Já. En hvernig var með allan þennan árangur sem að náðist í Ólafsfirði í íþróttum og reyndar enn?
Hvernig var með þjálfara? Fenguð þið þjálfara til Ólafsfjarðar? Nei, ekki á mínum. Við höfum náttúrulega gert það. Ég náttúrulega var þarna þjálfari í skíðagöngu og stökki. Já. En svo fengum við náttúrulega alpagreina menn. Fengum að utan. Fengum þjálfara nokkur sinnum frá Noregi og Svíþjóð. Já. Og það var alltaf þjálfari með alpagreina fólkinu, sko. Það var alltaf. En sko, þú varst ekki bara í þessu, þú varst kennari náttúrulega eins og þú segir, íþróttakennari og smíðakennari og ég veit að þú ert mikið tónlistaráhugamaður og söngmaður og svo varst í bæjarpólitíki. Já, ég var þar í 15 ár. Já. Ég held að hafi verið 66 sem ég fer í framboð fyrir Alþýðubandalagið og kemst inn og er þarna, já, ég held það, nei, 60 er það, það sammer. Og er þarna í 3 ár, þá fer ég nám til Noregs. Ég fer í Íþróttaháskólann í Noregi. Já. Að kynna mig skíðastökk og skíðagöngu. Já. Og þá vorið 74, þá vinna vinstrimenn meirihluta í Ólafsfirði. Þá höfðu sjálfstæðismenn verið með meirihluta í 40 ár, eitthvað svoleiðis, sko. Já. Og þá er komin til sögunar Bragi Halldórsson, vinur minn og jafnaldri, sem tók við af mér þarna. Svo gerist það að hann slasast mjög illa, lamast og slasast illa. Þannig ég kem aftur inn í pólitík þarna 74 að taka við á honum, ég var varamaður. Já. Og svo vorum við með meirihluta næstu 12 ár og ég satt í bæjarstjórn öll þau ár. Já. En þetta var mjög skemmtilegt og þessi tímabil þarna sem við vorum þarna, eða ég var þarna, hann var mjög skemmtilegur. Vegna þess að þá voru skutthogarnir að koma og vinna svo yfirfljótandi að Ólafsfjörður á skömmum tíma þá fór íbúafjöldi í 1250 manns. Já. Hvað er það í dag? Byggt mikið, ég heldur sem rétt sliðum yfir 800. Já. Þetta er rosaleg og það gerist mikið eftir að skuthorarnir koma og all vinnsla flutt út á sjó. Já. Við vorum með 2 stór frystihús, við vorum með saltverkunarhús og hvað eina og þetta var allt saman fyrir bí. Já. Og þá fer þessi hnignun að eiga sér stað. Já, að fólksflutningur. Já. En eru þið nokkuð stöður núna? Er það eins og... Já. Og sæmilegt atvinnu ástand? Já, mjög gott atvinnu ástand, já. En breytingin náttúrulega sem að varða við Héðinsfjarðargöngin svo kvöldu. Já. Hún er náttúrulega gríðarlega mikil. Hún er alveg gríðarlega mikil, sko. Já. Og það er náttúrulega Siglfirðingur með vinningin í því. Já. Þetta var náttúrulega mjög lokað bær, heilega lokaðri heldur en við, þarna, og eftir að við hengum Múlagöngin og það sem okkur kannski finnst, sko, að þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki, þau hafa fjárfest allt á Siglufirði en ekki í Ólafsfirði. Já. Þeir eiga Róbert Guðfinns. Já, og svo eiga Róbert Guðfinns. Já. Og hann er nú ekkert búinn að gera neitt smáræði fyrir hennar stað. Nei, það er gríðarleg breyting á Siglufirði. Já, og ég er ekki að kenna bæjarstjórninu þetta, þessi mismunum sem verður. Heldur er það, bæði Róbert kemur þarna inn og byggir þarna mikið upp. En á sama tíma verður við svolítið eftir vegna þess að stjórnsýsla og annaði fari frá okkur. Já, en þannig að þið þurfið að fara í gegnum göngin, tvöföldu göngin til Siglufjarðar. En þykir ykkur það nokkuð óþægilegt í rauninni að fara til Siglufjarðar? Það er ekkert óþægilegt, nei, en þú veist hvernig þegar engin svona umferð er bæinn sem slíkan... Akkurat, vegna þá umsýslu? Já, vegna umsýslu. Já, þannig að þið farið til Siglu. Já. En er ekki samkomulagið gott? Mjög gott, held ég. Já. En mér finnst það vera. Já. En þú veist að það er alltaf eitthvað svona nag svolítið. Já. Sem eins og gengur og gerist. Er það ekki bara... En ég held að þetta eigi eftir að jafna sig. Já. En Björn Þór, þú segir að þú hafi komið strax heim eftir námi, þú er allatíð búið á Ólafsfirði fyrir utan námsára slíkt, sko. Já. En hefur þú samt farið, hefur þú ferðast mikið í hjónin? Já, það er nú eiginlega það sem við bara lifum fyrir og núna sérstaklega eftir við erum komin á eftirlaun, þá erum við, og
duglega að ferðast og við höfum alltaf verið mjög duglega að ferðast. Já. Bæði með börnin okkar og Ísland og gengið á hvert fjalli á fætur öðru, við saman og svo höfum við verið, við höfum farið miklar útilegur og annað þvílíkt og verið mikið saman tvö í þessum ferðalögum okkar. Og Margrét duglega að labba eins og Já. þú? Hún til í að dröslast á eftir? Já, allt svona, alveg hreint byggð til þess. Já, hún byggð til þess. Já. Fullorðinn maður, eldri borgari á Ólafsfirði, hvernig heldur þetta verði? Það er bara gott, ég engin vá á því. Já. Það er eins og ég segi, það er gott samfélag á Ólafsfirði. Það er gott að búa þar, það er gott að vera með börn þar. Fólk eins og við sem viljum taka þátt í bæjarlífinu. Já. Þú sér það, ég er í 2 karlakórum og ég er í kór eldri borgara, ég er í karlakór Dalvík, búinn að vera þar í 15 eða 16 ár. Já. En nú er ég komin í karlakór Fjallabyggðar. Já, hvar er hann? Hann er á Siglufirði. Hann æfir á Siglufirði. Æfir á Siglufirði. Já. Prýðilegu kór að verða. Já. Og ég er búinn að vera í tónskóla. Nei. Nokkur ár. Nú? Fyrsti vetur núna sem ég er ekki í tónskóla. Á þessu vetri? Á gítar. Nei, gítar. Þú hefur átt að hafa með í gítari. Já, ég hef átt að hafa með gítarinn. Heyrðu, en ef maður vill sko, þá getur maður fengið að vera með í nánast hverju. Já. Eldri borgarafélagið er ágætt. Það er sameiginlegur kór eldri borgar á Siglufirði og Ólafsfirði og það er samkomulagið flott og gott. Skólarnir hafa gengið mjög vel. Eldri bekkirnir á Siglufirði og yngri bekkirnir á Ólafsfirði og þarna hélt ég að yrði svolítið ástæðningsteinn. Já. En það var ekki. Nei. Krakkarnir til þessi úlingaskóla, þegar ég fór að fylgjast með þeim, þá sögðu þau bara, þetta er svo skemmtilegt, búin að hitta nýja vini og vinkonur og annað þvílíkt, þannig að þeim leið strax vel í þessu umhverfi. Já. En svo náttúrulega hefur bjargað okkur, það er menntaskólinn. Já. Menntaskólinn náttúrulega er bara ótrúleg lyftistöng fyrir bæjarfélagið. Þannig náttúrulega kemur menntafólk inn og þessi skóli hefur staðið sér svo vel, hann er að fá hver velunin að fætur öðrum. Já. Og gengur rosalega vel. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Aðeins hugsa tilbaka. Ef ekki hefðu komið göng gegnum hjá ykkur, Ólafsfjarðargöng, hvað þá Héðinsfjarðargöng sem voru mjög umdeild, eins og önnur göng sem verður að grafa hérna rétt hjá okkur. Hvernig sæir þá bæinn fyrir þér í dag? Ég veit það ekki. Það fer eftir þessari atvinnu sem að kannski hefðu við ekki staðið mjög illa. Munurinn á Siglufirði og Ólafsfirði tel ég hafa verið sá að Siglfirðingar treystu mjög á utanaðkomandi aðila eins og ríki og annað þvílíkt í sambandi við atvinnulíf. Já. Og þegar síldin hvarf og annað þvílíkt, þá hvarf allt. Á Ólafsfirði voru náttúrulega einstaklingar sem gerðu út frá Ólafsfirði. Létu smíða skip fyrir Ólafsfjörð. Já, fyrir sinn stað. Fyrir sinn stað. Já. Ráku stórkostlega fín fyrirtæki í fiskvinnslu og annað þvílíkt. Já, það er til að mynda því að síldarverksmiðjurnar voru á Siglufirði þess áttar. Já. Og þegar síldin hvarf þá myndaðist mjög mikið tómarúm þar. Já, það var mikið högg. En núna er bara verulegur góður bragur á Siglufirði. Já. Svo líka það að búið að vinna upp all gömlu húsin. Já. Þetta var í niðurníslu bara eitthvað sem fyrir 10 árum. Já. Ef þú komst í Siglufirði fyrir 10 árum, þá var bara annarkvæmt hús bara, maður held bara að rífa það. Já. Í dag er búið að fíngera þessi hús og Þetta er mjög fallegt. Já, og það sama að gerast í Ólafsfirði núna. Já. Þannig að þetta, þú lítur bara björtum augum á þetta. Ég geri það, þrátt fyrir ýmsa erfiðleika sem eru í stöðunni. Já, það er eins og gengur, það er alveg rétt. Segðu mér svona aðeins frá þessari mynd. Já, þessi mynd er skal ég segja mjög merkileg. Þetta eru 6 Íslandsmeistarar. Þeir eru að vísu hérna, ég held þessu allir
hérna 5 farnir. Já. Þorvaldur er hérna, Já. þá sem að starfstæðan á þessari stöð. Góður drengur, mesti og besti stökkvari sem að Ísland hefur átt. Já. Hann var bara vesinis svo mörgu að Þorri. Já. Hann var golfmaður og hann var knattspyrnumaður og segðu það sko. Já. Og ég segi það, ef að Þorvaldur hefði verið hérna, skal ég segja, skíðamaður í Noregi, þá hefði hann verið bara frægur þar sem sérstaklega sem tvíkeppnismaður, göngu og stökk. Svo er hérna Björn Þór Ólafsson, svo er Jónas Ásgeirsson, þessi frægi siglifningur, og annar hérna, Reynir Árnason, og síðan er hérna Jón Sveinsson og svo Skarphéðinn Guðmundsson. Og þetta er allt Íslandsmeistarar? Já, þetta er allt Íslandsmeistarar. Þetta er magnað. Já. Þetta er magnað. Og svo þessi hérna, var ég búinn að sýna þessa. Já. Þetta er King Kong. Alli King Kong. Grímseyingur. Og Jón Þorstinsson, siglfirðingur. Og þú þarna með skíðin. Og ég þarna með skíðin. Nýstokkin, já. Og Hermann Sigtryggsson. Þetta er nú kappar. Þetta er alveg hreint. Já. Björn Þór, við erum hérna með þess að disk sem þið bræður hafið sungið í. Bræðurbandið. Við komum svo mikið saman þegar þegar við komum saman þá syngjum við mikið. Já. Og það er bara yndislegt alveg hreint. Og okkur dætti í huga að setja þetta nú inn á disk til geymslu fyrir komandi kynslóðir. Heyrðu, ég ætla að taka mynda í lokin. Já, takk fyrir það. Já, þú verður að sjá, hana já, og hafðu diskinn svona aðeins upp með. Já, við skulum hafa hann með hérna. Glæsið. Svo bróður mér getur verið Robin yfir því að vera í viðtali hjá gesti Einari. Takk fyrir það.